Þá er komið að því að Ryder Cup er á morgun og við erum komin hér upp á golfvöllum í Bása og ég er með svona, ég er með eitt titt, Konráð Val, fallegur drengur samt, hestamaður, einn útvarpsmann sem við ætlum að skoða það svo eftir, Ívar Guðmundsson, og svo er það tröllið, fjallið, maðurinn, Evrópumeistarinn, sterkasti maður á Íslandi fyrr og fucking síðar, voru að klippa þetta út, fyrr og síðar, Hafþór Júlíus og Ragnhildur Sigurðardóttir, golfkennari, er að taka strákinn aðeins í gegn. Og verður gaman að sjá að hvað hún kennir honum. Hún er aðeins að reyna að halda villidýrinu niðri, kennir honum að púta. Hann er búinn að fara tvisvar hér í Bása og æfa sig fyrir mótið. Hef ég heyrt, ég fáði að staðfesta á eftir. Og við erum að tala um það að maðurinn á orðið eina golfkylfu og hann kom með hana með sér. Þannig að við fáum að sjá þetta allt saman hér á eftir. Og hér sjáum við það á störfum. Ívar Guðmundsson horfir spenntur á. Konráð Valur, Siggi Halldós, hér er allt um að gera. Allt um að vera, ekkert að gera. Já, þetta eru fallegi menn. Þetta verður góður dagur og ég held maður komið til með að læra golf. Hingað til hef ég nú bara að spila golf með minni eigin gilvu og tveimur kúlum og það hefur reynst mér agalega vel. Og ég veit að Íslandsmeistarinn í því, Ívar Guðmundsson, hann er hér á kantinum, hann er við ræðum það eins við hann og eftir. Já, þá eru menn búin að vera að æfa sig. Hér er það Hafþór Júlíus. Hvernig gengur? Gengur bara prýðilega, enda með mjög góðan þjálfara sem já, hún Ragga mjög góð og búin að kenna mér mörg tricks. Þetta eru fyrstu stundir þínar svona með alvöru golfkennslu. Þú keyptir þín eigin kylfu daginn, það ekki? Það er þá kylfa 2 sem þú eignast á æfinni? Kylfa 1, fyrsta kylfa sem ég eignast og þetta verður gaman og að ganga vel í dag. Ég búin að vera að slá hún í bara hægri vinstri sko. Ég er ánægður með þig, Konráð Valur, þú ert að fara í annað skipti í golfmót Ryder Cup í ár. Hvernig var þetta í fyrra? Þetta var svo sem ágætt, nema ég er svo einu sem tók refsistig. Það var eitthvað kjaftaðan í gangi. Þeir bjuggu til glænjaðar reglur á vellinu, maður mætti ekki um æfingabolta og ég sló alltaf mörgum boltum út fyrir og eitthvað svona kjaftaði bara. Þú týndir semst boltanum og hvað þurftir að gera í staðinn til þess að græja það? Já, ég tók arbegur fyrir það. Þannig að þú ætlar að reyna að vera með annarkoð Hafþór Júlíus með þér í liði eða Ívar Guðmundsson, þannig að þeir taki arbeigurnar fyrir þig eða? Jú, það væri lán að vera með þeim í liði. Ragga, þú tókst þátt og hefur tekið þátt í þessu áður góðgerðar málefni. Það eru 3 efstu liðin sem að fá einhverja peninga og allir er að koma í góðgerðar málefnum. Þú ert búin með Hafþór Júlíus í kennslu í dag. Hvernig nemandi er hann? Heyrðu, hann er mjög ljúfur. Ég var pínur hrædd sko, hann er svo stór. En hann bara gerði alveg eins og ég bað hann um. Sterkasti maður Íslands, Evrópumeistari, annarsæti heimsmeistara, alheiminum eða ekki ef ég man það rétt. Maður þarf að kíkja upp, svo er maður bara hræddur að fá banki í hausinn. En þetta er góður nemandi. Hún fór fram. Frábær nemandi. Frábær nemandi. Ég held að hann ætti bara að snúa sér á golfinu. Já. Þannig að þegar hann er aðeins þegar hann er búinn að sigra nokkra keppnir í viðbót, þá kemur hann bara hingað og verður golfmeistari. Sterkurinn. Hvað er eitthvað trix á morgun fyrir þá sem er að fara að spila? Eiga þetta að vera róleg högg, eiga menn að vera yfirvegar eða menn að reyna að slá eins langt og þau geta? Hvað er á morgun? Hvernig er þetta? Texas Scramble mót er aðeins öðruvísi heldur en svona hefðbundin golfmót að því leyti að það eru 4 sénsar sem fólk fær. Þannig að það er voðalega gott að láta einhvern svona kannski öruggan slá fyrst eða þá númer 2 ef það er einhver ákveðin röð á því og svo geta hinir tekið séns ef boltinn er komin á góðan stað. Ok, þannig að í rauninni þú meinar það að það fari einn bolti svona á þolanlega stað sem hann eru sáttir og þá eiga 2 eða 3 eftir að slá til þess að geta tekið sénsina, jafnvel að taka hól í höggið, þannig að einn hestur í boði fyrir það ef ég man það rétt á morgun. Já, það er svolítið gott leikskipulag. Ert þú hesteigandi? Já, reyndar. Ég á 2 hesta. Þannig að þín áhugamál eru golf og hestamennska? Já, það má segja það. Við erum búin að vera alla tíð bara. Alla tíð? Fæddistu kannski á hestbakið eða? Ég fæddist hérna reyndar út í Englandi en áttu heima hérna hliðin á golfvellinum. Svona bara alla tíð. Hvernig kemur hestamennskan inn? Siggi sé náttúrulega bróðinu, náttúrulega temja og selja og gera og græja og í fremstu víglinu í keppnisröðinu þar og þú í golfinu, margfaldur Íslandsmeistari. Hvernig kemur hestamennskan inn til ykkar fyrst? Heyrðu, pabbi átti hest og mjög fljótlega þá bara fengum við hest við Siggi. Siggi, fyrstu orðin að Sigga voru gobbi-gobb, ekki mamma og pabbi. Og hann var náttúrulega bara á bólakafi í hestamennsku alveg bara leið og hann gat og smitaði mig svo svona pínulítið. Ég hef reyndar, golfið tók svolítið mikinn tíma frá mér.
þannig að orkan mín fór í golfið, þannig að hestamennskan hefur verið svona svolítið til hliðar, en ég hef gaman af henni. Gaman að þessu. Takk fyrir að kennsluna í bili og sjáumst kátt á morgun. Konráð Valur, Hafþór Júlíus, bara, ég segi bara eigið góðan leik á morgun og sláið þessu hettur. Og þú mundu það bara sem hún sagði, rólegur, easy. Það er ekkert Happy Gilmore á morgun, það er bara að taka þetta svona rólega. Já, ég er spenntið fyrir þessu, maður verður bara eins og maður er vanlega, bara slagur. Það verður skemmtilegt á morgun, ég get lofa ykkur því. Takk fyrir komuna, gaman að sjá okkur, sjáumst á morgun. Takk fyrir.